Í upphaf Úkraínudeilunnar hófst ekki með innrás Rússa inn Úkraínu árið 2022. Til að skilja raunverulega rætur þessara átaka verðum við að líta aftur til ársins 1990, þegar mikilvægar ákvarðanir voru teknar sem mótuðu framtíðaröryggislandslag Evrópu. Loforð óbreytt landamæri NATO. Þann 9. febrúar 1990 áttu James Baker, þáverandi utanríkisráðherra Bandaríkjanna, og Mikhail Gorbachev, leiðtogi Sovétríkjanna, mikilvægan fund. Á þessum fundi lofaði Baker að NATO myndi ekki færast til 1 tommu austar ef Sovétríkin samþykktu sameiningu Þýskalands. Þetta loforð var lykilatriði í því að tryggja stuðning Sovétríkjanna við sameiningu Þýskalands og skapaði vonir nýtt tímabil í samskiptum austurs og vesturs. Þrátt fyrir þetta loforð hófst stækkun NATO til austurs á 10. áratugnum. Árið 1999 gengu Pólland, Ungverjaland og Tékkland í bandalagið og árið 2004 fylgdu Eistland, Lettland, Litháen, Búlgaría, Rúmenía, Slóvakía og Slóvenía í kjölfarið. Þessi stækkun var litið á Rússum sem brot á fyrri loforðum og ógn við öryggi þeirra, vegna þeirrar hernaðaruppbyggingar sem fram fór af hálfu NATO í þessum löndum. Rétt við landamæri Rússlands. Árið 1999 leiddu NATO-ríkin sprengjuárásir á Serbíu sem stóð linnulaust yfir í 70 og 8 daga til að binda enda á átök á Balkanskaga. Þessar aðgerðir sem fólu í sér sprengjuárásir á höfuðborg Evrópuríkis voru harðlega gagnrýndar af Rússum sem sáu þær sem fordæmalausar og ógn við stöðugleika í Evrópu. Þrátt fyrir óánægju sína voru viðbrögð Rússa þó takmörkuð. En þessi atburður jók samt enn á tortryggni þeirra gagnvart NATO. Þegar Vladimir Putin var forseti Rússlands árið 2000, sýndi hann áhuga á að bæta samskipti við Vesturlönd. Hann lagði jafnvel til að Rússland myndi ganga í NATO í þeirri von að skapa gagnkvæmt virðingarsamband. Eftir hryðjuverkaárásirnar 11. september árið 2001 studdu Rússar aðgerðir Bandaríkjanna í Afganistan sem merki vilja til samstarfs í baráttunni gegn hryðjuverkum. Brottför Bandaríkjanna úr eldflaugasáttmálanum. Árið 2002 tóku Bandaríkin einhliða ákvörðun að segja sig úr eldflaugavarnarsáttmálanum sem hafði verið hornsteinn í kjarnorkuvopnajafnvægi milli stórveldana. Á þessa ákvörðun var litið á Rússum sem ógn við öryggi þeirra, sérstaklega þar sem hún opnaði fyrir möguleikann á uppsetningu eldflaugavarnarkerfa í Austur-Evrópu. Það í þeim ríkjum Austur-Evrópu sem fengið höfðu aðild að NATO. Árið 2014 var Viktor Janukóvits, þáverandi forseta Úkraínu, steypt af stóli eftir langvarandi mótmæli. Þessi atburður, sem Rússar litu á sem stjórnarbyltingu studdi af Vesturlöndum, leiddi til aukinnar spennu milli Rússlands og Vesturlanda. Rússar brugðust við með innlimun Krímskaga og stuðningi við aðskilnaða sinna í austurhluta Úkraínu. Kröfur Rússa öryggistryggingar. Í desember 2021 lagði Putin fram drög að öryggissamningi milli Rússlands og Bandaríkjanna, þar sem krafist var stöðvunar á frekari stækkun NATO og takmörkunar á uppsetningu hernaðarbúnaðar nálægt landamærum Rússlands. Þessum kröfum var hafnað af Bandaríkjunum og NATO sem héldu fast í stefnu sína opnar dyr fyrir ný aðildarríki. Upphaf hernaðaraðgerða og viðbrögð Vesturlanda. Þann 24. febrúar árið 2022 hófu Rússar hernaðaraðgerðir í Úkraínu. 5 dögum síðar lýsti Volodymyr Zelenský, forseti Úkraínu, yfir vilja til hlutleysis í von að binda enda á átökin. Takið sérstaklega vel eftir þessu. Því þá hvöttu Bandaríkin og Bretland Úkraínu til að halda áfram baráttunni með loforðum stuðning og vopnasendingar. Þessi stefna hefur leitt til langvarandi átaka með gríðarlega miklu mannfalli og eyðileggingu. Í raun í boði Bandaríkjanna og hinnar sameinuðu ríkja Vestur-Evrópu. Niðurstaðan því þessi. Úkraínudeilan flókin og rætur að rekja til áratuga langrar þróunar í alþjóðasamskiptum. Skilningur á sögulegu samhengi, loforðum sem voru gefin og brotin og hvernig stórveldin hafa brugðist við nauðsynlegur til að greina orsakir og mögulegar lausnir á þessum átökum. En eftir þessa yfirferð eins og að framverðir Íslands í utanríkismálum, þær stöddur úr Valkyrjustjórninni, Þorgerður Katrín utanríkisráðherra og Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra hafi alveg skautað yfir þennan kafla sögunnar. Þorgerður Katrín þrástaklast á því að Rússar hafi byrjað þetta stríð. Á því leiki engin vafi og því beri að refsa. Við stöndum með okkar vinaþjóðum í Evrópu, neggja þær. Skeita litlu rétt og rangt.
eða ræður ef til vill viðskiptahagsmuni meiru stöðu okkar meðal þessara þjóða heldur en það sem rétt er.